Þetta verkefni er búið að breytast talsvert mikið frá því við lögðum upp og upphaflega átti þetta að vera fundir á staðnum og kynningar fyrir upp á svæðunum, þarna fyrir vestan upp á Mýrum og Snæfellsnesi. En til þess að bregðast við þá ákveðum við og eins líka til að þurfa ekki að seinka verkefninu, ákveðum við að gera tilraun með að prófa að fara þessa leið og þetta hefur við höfum verið að vinna þetta hratt síðustu vikur og við þurfum að safna eða fá fólk með okkur til að halda fyrirlestra og ég vil bara núna nota strax tækifæri að þakka þeim fyrir sem hafa tekið jákvætt í það hafa allir tekið þessu mjög vel og verið jákvæðir og tilbúnir að koma og leggja þessu lið. Þannig að næstu 4 vikur fara í þetta verkefni að vera með svona stutta fyrirlestra. Við hugsum þetta að þetta eru alltaf klukkan 1, þannig að fólk getur og þá sérstaklega hugsa bændur, ef þeir stoppa í hádeginu getið þá kíkt þarna inn jafnvel og tekið þátt. En síðan verður þetta tekið allt upp og það verður hægt að nálgast að við eigum eftir að útbúa slóð sem við sendum þá í tölvupósti til ykkar. Og þá komumst inn á svæðið þar sem við getum farið og skoða þessa fyrirlestra aftur. Eða þeir sem ná ekki í rauntíma geta þá farið inn. En aðeins svona með forsögun á þessu verkefni að þá er þetta verkefni að fæðast þarna 2018 að þá gera bændasamtökin og umhverfis- og auðlindaráðuneyti með sér samning að skoða hvort það séu þarna einhverjar leiðir sem að bændur geta gert í náttúruvernd. Eða sem á bújörnum sínum, bændur eru náttúrulega heilt yfir stærstu landeigendur, svona í það sem að telst undir einkaeign og þar á leiðandi verða þeir alltaf mjög mikilvægur þáttur og í þeim málum. Og við byrjum síðan þarna seint árið 2018 að vinna svona greiningavinnu. Byrjum á því að skoða verkefni erlendis, svona sambærileg verkefni og leita okkur svona fyrirmynda. Víða erlendis komin mjög mikil þróun í þetta og margt sem við getum lært af því sem fólk hefur verið að gera þar og við erum þar komin í mjög góð sambönd við ákveðna einstaklinga. Síðan var unnin greiningavinna á viðhorfi bænda til náttúruverndar og hvort bændur sæju þetta fyrir sér að fara í einhvers konar náttúruverndarverkefni og þannig að þetta verkefni kviknaði svolítið út frá þeirri greiningavinnu og svona heilt yfir og heilt í gegnum þessa greiningavinnu þá var það nokkuð ljóst að bændur eru svona vilja náttúrunni vel, byggja afkomu sínu á henni að mestu leyti og þurfa þar að leiðandi að hugsa vel náttúruna. En Já, sæll Sigurður, ég er mættur. Já, takk. En lok verkefnið, eða lok 2020 sem við höfum kallað þetta líka svo lítið, að þar ætlum við að fara í svona tilraunaverkefni þar sem við erum að hvetja bændur
til þess að huga að náttúruvernd við sinn búskap og gera sér einhvers konar áætlanir náttúruvernd á sínum bújörðum sem þá hentar þeim aðstæðum sem þar eru og fellur að sérstöðu einkennum þess svæðis. Og þetta geta verið hvoru tveggja verkefni sem eru svona fyrir afmörkuð svæði á bújörðinni eða þó að bændur geta gert áætlun búrekstur í heild sinni. Og við leggjum þetta upp þannig að bændur vinna þessi verkefni á eigin forsendum en fá aðgang og aðstoð svona frá sérfræðingum. Fer svolítið eftir í bara hvert verkefnið er og hvernig það er uppsett. Og fókusinn eða fókussvæði sem við erum að horfa á eða beinum augum að, það eru mýrar í Borgarfirði eða Borgarbyggð og sunnanvert Snæfellsnes. Þetta eru sem sagt gömlu sveitarfélögin, Hraunhreppur, Álftanesreppur, Kolbeinsstaðahreppur og síðan Eyja og Miklaholtshreppur. Síðan eru gömlu sveitarfélögin inn í Snæfellsbæ, Staðarsveit og Breiðavíkurhreppur sem eru þannig tengjast því svæði sem þetta eru raun svæði sem er inn á B-áætlun náttúruminjaskrá. En við getum horft á logg svona eins og eins konar brú á milli bænda og fagstofnana. En þetta er svona, já, þetta er þetta umrædda svæði sem er inn á tillögum fyrir B-hluta náttúruminjaskrár og það er fylgir engin kvöð því að þeir bændur sem vilja taka þátt þurfa endilega að vera inn í þessu svæði, en við erum fyrst og fremst kannski að horfa á þessa sveitir sem tengjast því. Og kannski ástæðan fyrir að við erum að velja þetta svæði, að þetta er svona forgangssvæði hjá Náttúrufræðistofnun og hjá Umhverfisstofnun og fleirum. Kem aðeins inn á það seinna. En við ætlum að vinna þetta verkefni sem sagt svona í samvinnu. Þetta byggist upp á því að menn tali saman. Og við vorum með fund 12. mars sem við skelltum yfir í netfund þarna á síðustu stundu og tókst mjög vel. Síðan höfum við verið að kynna verkefni, við erum búin að senda út grein, bændablað, við erum aðeins fjallað þetta á vefsíðu okkar og Facebook síðu okkar. Það fór í dreifingu, kynningabæklingur sem á að fara hvert heimili hérna á fókussvæðinu. En því miður þá er póstþjónustan, hún er náttúrulega eins og margt annað, þetta gengur svolítið hægar, þannig að ég frétti af því í morgun að það hefði ekki náðst að bera út alveg á allt svæðið. En það kipist vonandi í lag núna, einhvern í dag eða morgun. Síðan eru það þessi röð netfyrirlestra. Netfyrirlestrarnir verða 12 talsins. Við erum í jafnaði með 3 fyrirlestra á viku og þar á meðal er þessi kynning hérna. Fyrirlestrar sem koma núna eftir, þær verða kannski meira fræðandi og hugmyndin er að þetta verði þá bara skemmtilegt og fólk geti þá líka komið með jafnóðum athugasemdir. Við erum búnir að senda út auglýsingar, það kom bæði í bæklingnum, í greininni bændablaðinu og á vefsíðunni hjá okkur. Og nú eru komnar fyrirspurnir það er búið að þegar komin, það var í morgun að minnsta kosti 1 umsókn þátttöku
og fleiri fyrirspurnir. Þannig að við vonumst til þess að ná 5 til 6 búum eða bændum eða svæðum til þess að taka þátt í þessu. Svæðin geta náttúrulega líka talið sem eitt, ef það eru fleiri en ein bújörð saman, þá myndi maður ætla að það yrði einhvers konar samlegar áhrif sem maður kannski ekki getur nýtt og ná þá fleiri einstaklingum inn í verkefnið. En og hver þáttakandi mun síðan setja upp sína verkefnisáætlun og sem þá eiga við og tengjast þeim landbúnaði sem þeir vera að stunda. Þessi verkefni munu svo bændur vinna samhliða bara sínum búrekstri, helst að þetta falli þannig inni að þetta kannski raski ekki mikið þeirra tíma, þeir geti kannski bara hagrætt aðeins í búrekstrinum, þannig að þessi verkefni falli kannski svolítið sjálfkrafa inn í. Þetta meira kannski að breyta aðeins forgangsröðun og hugsa kannski svolítið á annan hátt. Við munum síðan meta árangur eftir sumarið. Það náttúrulega verður kannski ekki hægt að meta mikla breytingar, þar sem oftast eru breytingar í náttúru gerast hægt, en við erum kannski fyrst og fremst að skoða það eftir hvernig hefur gengið að vinna eftir þessum áætlunum. Og það verður að lokum kynnt og hugmyndin að vera með svona einhvern lítinn fund eða litla ráðstefnu eða kynningarfund í haust. Og að það verði góð kynning á þessum þátttökubúum, að þau fái umfjöllun, að þau fái svolítið svona jákvæða og skemmtilega umfjöllun í kringum þetta. En þetta svona verkferli sem við erum að vinna eftir í þessu verkefni og ég sett upp í fyrra þegar við vorum að teikna þessa hugmynd upp, að þá kallaði þetta verkefna tengda náttúruvernd, en svo kom nú þetta betra orð, einkavernd, sem ég held að sé svolítið skemmtilegt orð og væri gaman að festa yfir þetta og það var þetta búa til einhvers konar eitthvað sem verður til framtíðar úr þessu. Og við erum þarna í kynningar og fræðslu og umsóknarferlinu og við gáum okkur strax í byrjun að þetta gæti verið sveigjanleiki í þessu ferli, er ekki alveg línulegt og sem var náttúrulega eins gott miðað við það ástand sem síðan hefur orðið í þjóðfélaginu. Og við gætum það bakka tilbaka og farið að skipuleggja upp á nýtt. Og síðan er hugmyndin að gera þetta vel upp að verkefni loknu núna í haust. Þannig að verður þetta að nota þetta þá áfram og jafnvel útvíkka. En þessi hugmynd sem við erum að vinna eftir, sækjum hana í aðferðafræði sem kallast HNVAF landbúnaður. HNVAF stendur fyrir High Nature Value og skilyrði fyrir því að vera HNVAF verkefni er að þessi stundar einhvers konar landbúnaður, samhliða náttúruvernd og hvort tveggja styðji við hvort annað. Og þetta sé á landbúnaðar landi og þetta tengist að mestu búsvæða og vistkerfavernd og að búshættir sem þarna eru stundaðir, eða búskaparhættir sem þarna eru stundaðir styðji við fjölbreytileika og viðveru á villtum tegundum, hvort sem er gróðri eða dýr.
Hugaflugsfundurinn sem við vorum með 12. mars, hann fór svolítið í að skoða hvað okkur fyndist eða þeim sem tóku þátt í fundurinn fannst einkenna helst svæðið, hvaða verndargildi þyrfti að vera til staðar og hvernig náttúran væri að þróast og hvaða verkefni kæmi til greina í lognverkefninu. Síðan fórum við aðeins að horfa í hvort það væri þarna einhverju neikvæðir þættir og svona áhrif sem það hefði og hvernig maður geti unnið á móti því. Þetta náttúrulega eins og var á öðrum fundum, tími og fljótur að líða, þannig að síðustu þarna liðirni þeir urðu örlítið útundan, þannig ég fer ekki yfir þá kannski núna, en ég ætla að fara aðeins yfir hérna. Og það sem að var svona sammerkt með öllum hópum, við unnum þarna í 4 hópum, að menn náttúrulega vilja byggja þetta upp sem þetta náttúrulega samfélag, landbúnaðar samfélag sem býr þarna á þessu svæði, þetta dreifbýlissvæði og síðan þessari náttúru sem að einkennist mikið af þessari strandlengju sem að liggur meðfram og þarna eru mikilvægar vistgerðir í bæði sjávarvistgerðir og gróðurvistgerðir og dýralíf. Og mýrilendi náttúrulega þarna líka mikið einkennandi, mikið af vötnum. En síðan þarna líka ákveðin jarðfræðilegar einkenni eins og minjar eldvirkni, undir hraun og gígar. Og þarna eru gjöfular lax- og sílingsveiðiár, þarna eru mikilvæg selalátur og það má finna þarna líka víða plöntutegundir sem eru á válistum, þannig að þetta er mjög svona spennandi svæði, ég fór nú ekki alveg yfir allt þarna sem stóð. Og verndargildi þessa svæðis, ég tók nú svona punkta bæði úr því sem kom á fundinum og það rann talsveit mikið saman við það sem er fjallað í lýsingunni, þar sem fyrir þetta svæði á B-hluta náttúruminjaskrár. Og þetta er víðlent mýrasvæði þarna mikið og þarna er svæði sem er lítið snortið af framræslu, þetta hefur ekki verið rótað mikið við og þarna er mikið af forgangsvistgerðum og með vistgerðum með mjög hátt verndargildi, svo ég sagði áðan, og vötn og síðan eru náttúrulega dýralíf þarna, fuglasvæðin og fjöruvistgerðir. Hugmyndir sem að voru svona komið mest fram í þessari vinnu að það var að setja upp einhvers konar verkefni þar sem að var að ræða samspils manns og náttúru. Það geti verið áætlun búrekstur, þá heildarreksturinn, þar sem er tekið tillit til fuglalífs eða gróðurfars og það getur verið bætt nýting áburðarefna, til dæmis tími dreifingar, meðferð áburðar, getur verið spurningum dreifa með nákvæmari dreifurum og einnig að halda þá eftir líka villtum gróðurkróum meðfram vatnsfarvegum, þannig að verði minni hætta á útskólun áburðarefna út í grunnvatn. Síðan kom upp hugmyndir endurheimt og verndun vistkerfa, náttúrulega endurheimt votlendis þarna. Var mjög áberandi. Uppgræðsla á rófsvæðum og endurheimt eins og birkiskóga og annars gróður. Og síðan bara vernda ósnortin svæði sem hafa kannski ekki verið eins og votlendi og
vatnasvæði sem hefur ekki verið raskað. Einnig getum við, maður segja, fyrir einhvers konar sjálfbæra nýtingu þeirra auðlinda sem þarna eru, fyrir nýtingu á ræktunarlandi almennt, beitarstjórnun og svo nýting á jafnvel einhverjum hlunnindum, náttúrulegum hlunnindum eins og berjum og já, fleiru. Þetta hérna. Og einnig mætti tengja þarna verkefni rannsóknum og fræðslu, verða á samvinnuverkefni kannski milli bænda og þeirra sem að stunda rannsóknir. Bændur getur tekið að sér vöktun eða talningar og eins getur bændur tekið að sér eins konar jafningafræðslu, þar sé að náttúrufræði og eða tengja saman náttúrufræði og landbúnað. Kynna þá jafnvel landbúnað líka til almennings. Já, samhliða fræðslu á náttúrunni. Þegar við veltum fyrir okkur hvað væri helst neikvætt sem gæti komið upp og myndi ef til komið upp. Fórum í svona brainstorming. Og þá var það að þið væri ekki áhuga verkefninu eða skilningur. Og það geti myndað einhverja spennu, geti komið á erjum milli nágranna eða annara. Geti verið skortur á samráði. Það myndi virka neikvætt eða áhugaleysi sveitarfélagana. Eins gæti þetta orðið þannig að þetta yrði kannski svona hálfgerð kvöð hjá bændum. Myndi ekki falla inn í rútínuna hjá þeim. Myndi ekki hafa tíma, þeim myndi skorta áhuga. Og það kemur mögulega einhver kostnaður. Og ef þetta vill heftir þetta búskap á einhvern nátt. Síðan var þetta, komu punktar varðandi umferð utanaðkomandi aðila, náttúrulega þetta verkefni mun væntanlega hafa eða auglýsa upp svæðið, þannig að kannski verður meiri aðsókn í að fara þarna og skoða og þá myndi það auka umferð ferðamanna og annara og jafnvel á viðkvæm svæði eða í kringum varptíma fugla. Og það komu þætti varðandi skort og upplýsingaflæði og þekkingarleysi og yrði jafnvel svona hræðsla, það kemur fram í hræðslu og fólk finnst að missa forræði. Það kom svolítið fram í hérna verkefninu, í fyrra greiningaverkefninu, að þegar maður talaði við fólk um friðlýsingar, þá var það svolítið sem að það setti helst fyrir sér að það væri að missa forræðið. Og eins fólk með fyrirframgefnar skoðanir. Síðan vill fólki hafa áhrif, það vill ekki að sérfræðingur að sunnan komi og stjórni öllu sem á að gera. Eins kom þetta fram líka að það gæti verið ásókn í land til annarra framkvæmda, til dæmis eins og vindmyllur eða vindmyllugarða sem hefur aðeins verið í umræðu. Og helstu aðgerðir sem að komu þarna upp sem að gætu verið til þess að vinna á móti neikvæðum áhrifum. Það fyrst og fremst að kynna verkefni vera með fræðslu og samráð og hafa góð samskipti við þá sem þarna búa. Það er að huga vel útfærslum og þetta þarf að vera á jafningagrunni, samstarf á jafningagrunni. Fræðsla að fara undan, við erum svolítið að stíga það skref núna, við erum að koma með og bjóða upp á fræðslu og áætlanir þurfa að vera svolítið í takt við það sem er að
að gerast. Síðan koma þarna hlutir hvernig bregðast má við aukinni aðsókn eða utanaðkomandi aðsókn eða ágang ferðamanna og annað slíkt að það þarf að finna leiðir til þess að stýra umferð, að setja upp gönguleiðir og jafnvel skilti til að beina fólki á rétta staði. Og bændur þurfa svolítið sjálfur að finna hvaða takmarkanir eru og hvaða lausnir mættu nýta. Víða erlendis fá bændur greitt fyrir verkefni af þessu tagi og þetta hluti af þeirra landbúnaðarsamningum eða þeirra styrktarkerfi. Það ákveðin hluti sem kemur í svona grænum styrkjum og það eitthvað sem að mætti hugsa hvort það væri hægt að koma upp hér á landi og jafnvel tengja það líka við markað, þannig að þetta væri auki virði afurða þeirra sem að taka þátt í svona verkefni. Síðan líka að skoða unga fólkið sem ætlar að taka við og erfa landið, hvað það vill gera og hvernig það vill byggja þetta upp. En lykilatriði að sé samtal. Erlendis hafa menn sé mikinn og víðtækan ávinning á svona verkefnum. Og þetta náttúrulega fyrst og fremst svona verið að bæta lífsskilyrði fyrir almenning með þessum verkefnum. En síðan oft að myndast við þessi verkefni fjölbreyttari störf til sveita. Þetta leiðir að sér jafnvel einhver störf. Þannig að það ýtir þá undir meiri nýliðun og ættliðaskipti og styrkir þessi jaðarbyggð. Og fólk hefur verið að nota þetta sem sérstöðu í markaðsmálum og í verkefnum sem við höfum aðeins verið í sambandi við þar talaði að þeir sjá svolítið eftir að hafa ekki byrjað á því fyrr. Eru jafnvel að byrja á því núna, þessi verkefnum sem búið í gangi í 20 ár, þá hefur þetta svolítið setið á hakanum og þeim finnst að mætti koma inn miklu fyrr. Og það hefur átt sér stað ýmiss konar nýsköpun í kringum þessi verkefni og þetta kallar fram jákvæða ímynd á landbúnað og landbúnaðarvörum og víða eru þessar vörur seldar á hærra verði í stórmörkurum og eru sérmerktar. En við förum nú aftur hingað og í lognverkefni þá hafa margir spurt mig út í þessa spurningu hvað bændur fá út úr þessu. Því miður erum ekki með beina styrki til að borga bændum. En við munum stuðla að verði jákvæð kynning á búum og þeim afurðum sem þar eru. Og við erum tengingi við fagstofnanir og sérfræðinga. Getum aðstoða fólk til að komast í samband við rétt aðila og við munum aðstoða fólk við áætlanagerðir og jafnvel styrkumsóknir ef við finnum og hjálpa umsækjendum. Við sjáum alveg að þetta geti skapað sérstöðu í markaðssetningu. Það þarf að vinna náttúrulega aðeins í því og kannski hluti sem á eftir að koma eftir þessum fyrstu skrefum. En það að gera hugsa þetta í tíma og þarna eru svona einhver tækifæri til að setja fleiri stoðir undir búrekstinn. Það skapast hugmyndir, þannig að getur verið þetta nýsköpun, nýjar vörur og aukin þjónusta. En þetta kannski fyrst og fremst núna verið að svona kalla fram jákvæða ímynd. Ef við aðeins svona skoðum hugmynd, hvernig við sjáum að hún þróist og hvernig við vinnum hana.
Og þá eru þarna 6 stoðir sem að styðja við hugmyndina og við pörum þær saman að þá er nauðsynlegt að markmið og stefna sé raunhæft og það sé verkefni séu að einhverju leyti hagkvæm. Og við erum yfirleitt að vinna á einhverjum þörfum og einhverjum verðmætum og það liggja tækifærin til nýsköpunar og breytinga og síðan þarf að huga að hverjir taka þátt, hvort þetta séu bara þátttakandinn einir eða hvort þetta þurfi að ná lengra yfir, hvort það þurfi að innvinkla kannski nærumhverfið meira inn í þetta. En ég ætla nú svona að fara að klára þetta bara núna. En næstu fyrirlestar, eins og ég segi, næsti fyrirlestur verður á morgun og þá kemur hérna Dr. Brendan Dunford sem er frá Írlandi. Hann stýrir þar verkefni sem heitir Buran Project og hefur verið í gangi yfir 20 ár. Og á föstudaginn koma 4 bændur sem verða svona í eins konar pallborði og munu fjalla þeirra viðhorf, bæði á náttúruvernd almennt og svona því sem að þeir sjá fyrir sér að tækifæri sem þeir sjá í þessu verkefni og hvað þeir munu kannski ekki vilja sjá. Og næstu vikuna eftir verður Jón Björnsson, hann fjallar náttúruvernd og friðlýsingar og síðan fáum við fólk frá náttúrufræðistofnun í gróður og fugla- og dýralíf. Í vikunni þar á eftir þau verða svolítið saman með þessi 2 verkefni, eða þau flétta svolítið saman, líf í vötnum og endurheimt vistkerfa. Þar koma þau Jóhannes Guðbrandsson sem er hjá Veiðimálastofnun. Vona ég færi rétt með haf og vatn. Ég verður örugglega leiðréttur. Síðan verður Iðunn Hauksdóttir hjá Landgræðslunni með endurheimt vistkerfa. Þau eru lítið að horfa svolítið saman þarna í verkefni sem verður gaman að fylgjast með. Og Hreinn Óskarsson, hann mun fjalla skógræktina. Já, ég glemdi nú hérna það sem verður 30. apríl, þar er verkefni sem að verður, þar verður við bara með fólk frá okkur innan RML. Og síðan ætlar Ragnar Frank að fjalla náttúruvernd í skipulagi sveitarfélaga. Og að lokum verður aðeins samantekt sem að við tókum að okkur að fjallum hér innan RML. En ég ætla ekki að hafa þetta þá lengra í bili.